Nú ætlum við að hella olíu á eld þessa föstudagsþáttar því að hingað til mín komin Rakel Björg Guðmundsdóttir, markaðsstjóri Atlantsolíu. Ertu velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Þið voruð að stórlækka verð hérna á Akureyri, í Baldursnesi, það ekki rétt? Jú, mikið rétt, á stöðuokkar við Baldursnes. Já, og það er náttúrulega ótrúlega búbót og bara neytendamál í rauninni að fá þetta lækka verð út á landsbyggðina. Já, akkurat, það fannst okkur líka. Já. Þetta svona í rauninni konsept sem við kynntum til sögunar sumarið 2018. Já. Og byrjum þar á stöðuokkar við Kaplakrika í Hafnarfjörð, sem var vissulega svar við samkeppni frá Costco. Já, já. Sem opnaði þannig stöð í Garðabænum Steinsnar frá þessari stöð. Já. Þannig að við sáum okkur leik á borði og vildum bregðast til samkeppni, en við í Atlantsolíu höfum alltaf reynt að vera leiðandi í samkeppni og eldsneytismarkaði. Einmitt. Þannig að þetta var liður í því og viðtökurnar voru vægast sagt góðar og þetta konsept sem gengur út á það í rauninni að lækka bara niður verðið og taka niður afslætti, afnema þá í rauninni alveg. Já. Þannig að það bara eitt flatt verð og fyrir alla. Einmitt. Það ekkert verið að mismuna. Nei. Þannig. Nei, og akkurat. Og það, af því þetta náttúrulega svo sem bransi sem hefur kannski ekki haft í gegnum áratugina ekki haft mikið orð á sér fyrir að vera mjög samkeppnisvænn, getum við sagt. Nei, einmitt, nákvæmlega. Þannig að ég vissum að fólk tekur því fagnandi að það sé loksins. Akkurat, viðtökurnar einmitt hafa verið mjög góðar og það var komin tími á að bregðast í ákalli landsbyggðarinnar. Já. Og við einmitt rekum 2 stöðvar hérna á Akureyri. Þannig að þetta liður í því að bregðast við því ákalli og við vonum svo sannarlega að Norðlendingar allir taki vel í það. Já. Og viðtökurnar hafa vissulega verið mjög góðar. Já, það ekki gefa gott fyrirheit framhaldið. Við getum alveg sagt það. Já, einmitt. Og ert þú búin að vera starfandi lengi hjá Atlantsolíu? Já, ég búin að vera starfandi í rúm 12 ár. Já. Ekki reynda sem markaðsstjóri allan tíman en hefur sinnt því starfi núna síðastliðin 3 ár. Já, þannig að þú hefur verið í eldlínunni hvað þessi mál öll varðar. Já, það má segja það. Þetta er mjög skemmtilegu bransi þó að hann virðist kannski ekki vera það svona út á við. En hann er mjög lifandi. Já, og alltaf eitthvað að gerast. Já, og ýmsar áskoranir náttúrulega. Já, og náttúrulega væntanlega alls konar hluti sem þarf að huga að og eldsneytismenning náttúrulega að breytast. Jú, nákvæmlega. Þannig að þetta auðvitað, við þurfum alltaf að vera á tonnum og samkeppnin náttúrulega mikil. Já. Þannig að, og við höfum nýtt okkur það að vera svona litla fyrirtæki á markaði. Yfirbyggingin okkar ekki mikil, en á móti kemur þá getum við leyft okkur ýmislegt og við, eins og ég sagði hann, höfum verið leiðandi í verðlækkunum í gegnum tíðina og til dæmis hérna á Akureyri lækkuðum við á stöðun okkar við Glerártorg fyrir rúmum 3 árum síðan. Já. Lækkuðum við verðið þar niður 5 krónur frá listaverði, þannig að við höfum reynt að bregðast við líka á landsbyggðinni. Einmitt, verið svona brautryðjandi í þessu. Merkilegt að það sé komið hlut kannski litla fyrirtækisins en ekki risana að taka þann slag. Já. Akkurat. Við erum bara mjög stolt af því að geta verið sá aðili. Já. Hefur orðið breyting á eldsneytis neyslu vegna COVID? Er fólk að keyra minna heldur eða? Já, auðvitað náttúrulega fundum við fyrir því eins og sjálfsagt bara allur neytendamarkaður fann fyrir þarna fyrst eftir samkomubann og þegar þetta reiði yfir fyrstum sinn, en við nutum líka góðs af því að allir voru að ferðast innanlands í sumar. Já, auðvitað. Þannig að, og við vorum með góð tilboð fyrir okkar viðskiptavini og við fundum það að landin tók vel í það. Já, þannig að þetta verður jafnast svona dálítið út. Við allavega erum sátt, þannig að, og vonum auðvitað að fólk hér á Norðurlandi taki þessum breytingum okkar á stöðin okkar á Baldursnesi vel. Já, ég viss maður að gera það og bara öll samkeppni auðvitað af hennu góða. Algjörlega. Þannig að ég óska ykkur bara góðs gengis áfram með þetta allt saman og takk fyrir að koma í þáttinn og spjalla við okkur. Takk fyrir að taka á móti mér.